Ólafsfirði rekið lítið fyrirtæki sem hefur þó nokkra sérstöðu, en fyrirtækið Ósland sérhæfir sig í framleiðslu sjúkra- og slökkvibifreiða. Fyrirtækið, sem hefur á að skipa 4 starfsmönnum, hefur í raun smíðað stærstan hluta þeirra sjúkra- og slökkvibifreiða sem eru í notkun á Íslandi, auk þess að hafa selt nokkra slíka til Færeyja. Sigurjón Magnússon stofnandi og framkvæmdastjóri fyrirtækisins, en hann hefur frá árinu 1998 unnið við fagið og má segja að hann sé frumkvöðull á þessu sviði á Íslandi. En hvernig kom það til að Sigurjón hóf upphaflega smíði sjúkra- og slökkvibifreiða? Ætli þessi ekki bara bjartsýni. Jú, ég hef alltaf verið mikill áhugamaður björgunartæki og björgunarmál og sérstaklega slökkvilið, varðandi slökkviliðin. Þannig að þetta svona eitt leiddi af öðru. Ólafsfirði vantaði slökkvibíl hérna 1990 og þá var samið við okkur feðgana, mig og pappa, að smíða slökkvibíl eftir okkar hugmyndum að hluta og við fengum ákveðið fjármagn til að gera verkefnið. Þannig að þetta rúllar á stað þar. Kannski þess verið að bregðast bara við svona þörf í samfélaginu þá? Já, og búa til nýja vinnu. Það vantar alltaf nýja atvinnutækifæri út á landsbyggðinni og það eru mjög mörg tækifæri fyrir fólk að stofna fyrirtæki út á landi og sinna atvinnumálum og eins og svona eins og við erum að gera. Það er mjög sérstakt að vera í pínulitlu þorpi lengst út á Norðurlandi að smíða slökkvibíla og sjúkrabíla. Hvernig svona ferlið og lýsið hans fyrir mér? Nú fáið þið flytjið inn hluta af bílnum og smíðið honum. Getur aðeins lýst þessu fyrir mér? Já, eins og slökkvibílinn, þá flytjum við inn undirgrindina og síðan efnið flutt inn í yfirbygginguna og dælur og hurðir og síðan þetta smíðað og raðað saman. Og þessi yfirbygging hérna, hún algjörlega smíðað hérna hjá okkur og hönnuð, eins og bara þið sjáuð bodyhlutana sjálfa, þeir eru framleiddir hérna hjá okkur úr tregðarplasti. Hafa orðið mikla framfærir í þessari tækni svona á síðustu árum og áratugum? Já, það hefur orðið mikil hérna framför og það nú kannski til gamans að segja það að fyrir hérna 14 árum síðan eða 16 árum síðan þá var ég að framleiða ákveðna gerða yfirbyggingu sem ég enn að framleiða í dag og fór á sýningar í Þýskalandi og var að veifa þessum teikningum mínum og myndum og fá aðila til samstarfs. Svo fór ég núna í fyrra á sýningu og hérna það á sömu sýningu sem haldin á 4 ára fresti og þá aðilar farnir að framleiða bara nákvæmlega yfirbyggingun okkar. Það er ekkert annað. Nefnum bara úr póliplasti í staðinn fyrir tregðarplasti. Bara akkúrat byggingin okkar. Hvað svona það sem einkennir ykkar byggingu? Er þessi hönnun hjá ykkur eitthvað frábrugðin því sem gerist til dæmis erlendis? Hún frábrugðin því að þær eru léttari og þær eru mjög einfaldar. Bæði í notkun og smíði. Skáparnir djúpir, stórir, eins og sjá á þessum bíl. Hliðarnar alveg opnar og lágt að taka allan búnað út úr skápunum. Þannig að við leggjum mikla áherslu á einfaldleika. Einfaldleika, já. Þetta náttúrulega krefst vantanlega dálítið sérhæfingar og er flókið að smíða svona bíl? Já, það það að mörgu leyti. Það dælubúnaður og drifbúnaður vegna dælu og hraðastýringar og rafkerfi yfirleitt mjög flókið í þessu. Hvað eruð þið lengi með eitt svona? Svo þetta svona 4 til 6 mánuðir. En hverjir eru helstu viðskiptavinir fyrirtækisins? Við vinnum nánast eingöngu fyrir opinbera aðila, sveitarfélög og ríkið. En þið takið að ykkur einhver sérverkefni líka, ekki satt? Jú, við höfum gert það. Við höfum til dæmis búið til svona sérhæfðar yfirbyggingar og vinnubíla fyrir verktaka og fyrirtæki. Já, en það eru ekki margir á Íslandi í þessum bransa? Nei, það það ekki. Þannig að við erum þeir einu sem eru búin að vera síðan, síðan 99. Þannig að ykkar svona samkeppnisaðilar eru þá bara erlendir? Já, það er bara innflutningur. Við erum að keppa eingöngu við innflutning. Hefur einhverja hugmyndum svona hversu stór hlutfall af sjúkrabílum og slökkvibílum þið smíðuð af þeim sem eru í umferð í dag? Sko, hérna áður en fyrir 2 árum síðan þá vorum við búin að smíða 63 bíla hér á Íslandi af 72 sem voru í notkun á sjúkrabílunum. Svo höfum við líka smíðað sjúkrabíl fyrir Færeyjar. Og það eru 3 svona slökkvibílar frá okkur í Færeyjum.
Þannig að þetta er ansi stórt hlutfall. Já. Já, við erum búin að framleiða vel yfir 100 sjúkrá- og slökkvibíla. Þú nefndir nokkur komið til færi hafið þið eitthvað hugað að því nánar að flytja út? Nei, við settum það eiginlega bara á ís. Að vera, það er bara eins og efnahagsástandið var hér og menn fóru misjafnlega illa út fyrir því og við sáum það væri bara best að vera litlir og vera heima. Ekkert fara fram úr sér? Nei, það var ekki, það er bara þannig. Þetta rekstrarumhverfi hérna á Ólafsfirði, hvernig er að reka fyrirtæki eins og þetta hér? Það er bara mjög gott. Það eru hérna lág gjöld sem bara helgast að staðsetningu sveitarfélagsins og við erum gott húsnæði og fínir starfsmenn. Þú ert með mjög stabílt starfslið. Það er ekki flakk á starfsliði og þar af leiðandi er ekki alltaf verið að þjálfa nýja menn. Það er munað mikið um það. Stöðuleikinn, hann skiptir miklu máli. Já, hann skiptir miklu máli. Hann er fyrir hendi út á landi. Og eins og við höfum stundum sagt að það getur vel verið að launin séu tvisvar hærri í Reykjavík en þegar þú ert búinn að borga allt í kringu því þá er meira eftir að peningum í vasann hjá þér hérna út á landi.